Bahai-kenningarnar færa frið og skilning. Þær eru eins og opinn faðmur sem safnar saman öllum þeim sem lengi hafa leitað vonar og huggunar orða. Bahai-trúin viðurkennir alla hina miklu trúarbragða höfunda sem farið hafa á undan. Hún rífur ekki niður nein önnur trúarbrögð og skilur allar dyr eftir opnar. Hrygg í huga vegna hins stöðuga sundurlyndis meðal játenda margra trúarbragða og þreytt á umburðarleysi þeirra hvers í annars garð, fann ég í Bahai-kenningunum raunverulegan anda Krists, sem svo oft er afneitað og misskilinn. Einingu í stað sundurþykkju, von í stað fordæmingar, ást í stað haturs og mikla huggun fyrir alla menn. Komið þið sæl. Upphafsorð þáttarins var vitnisburður Maríu Rúmeníu drottningar, sem var náskyld Viktoríu Englands drottningu. María var annar tveggja þjóðhöfðingja sem gerst hafa Bahaiar. Hinn er núverandi konungur Samoa, Maleatoa Tanumafili annar. Gestir okkar í þættinum að þessu sinni eru tvær konur. Þær Svana Einarsdóttir og Barbara Tínat. Þær eru að vísu ekki konungbornar, en ég þori að fullyrða að þær eru bæði andlega hágöfugar og tignar því þær hafa starfað ósleitilega og af mikilli fórnfýsi að framgangi Bahai-málstaðarins á Íslandi, allt frá þeim tíma þegar Bahai-samfélagið hérlendis var að slíta fyrstu barnsskónum. Þær hafa báðar gegnt mikilvægum störfum á vegum Bahai-samfélagsins og unnið þau af slíkri trúmennsku að eftir er tekið. Líkt og margir aðrir Bahaiar hafa þær víða farið á vegum trúar sinnar. Þær eru til dæmis báðar nýkomnar heim til Íslands frá alþjóðlegu Bahai-þingi í Ísrael. Og þær eru á förum til Færeyja, þar sem þær ætla að taka þátt í uppbyggingu Bahai-málstaðarins þar. Þær hafa því frá mörgu athyglisverðu að segja. Verið þið velkomnar báða tvær. Takk fyrir. Barbara, ef ég sný mér fyrst að þér, hvenær vaknaði áhugið þinn á trúmálum? Já, það var reynda þegar ég var það bil 7 ára gömul. Og eftir vill fer, ég man það ekki svo nákvæmlega, en þegar ég var 7 ára gömul svo lendi ég í stríðinu, reynda var stríða búin og það voru síðasti mánuði stríðsins og einmitt á 7 ára afmælinu mínu þá þurftum við að flýja. Hvar áttirðu heima á þessum árum? Já, ég fæddist í Danzig og Danzig þegar ég fæddist í Danzig var Danzig frí borg, svona eins konar sérríki eins og Mónakó eða eitthvað svoleiðis og seinna var Danzig hlutar af Þýskalandi en núna er Danzig hlutar af Pólandi og heitir Gdansk og flesti þekkja borgarna undir nafninu Gdansk nú í dag vegna ýmislegt sem gerist þar. En þú segir að þú hefur orðið að flýja frá þessum stað? Já, og einmitt að flóttin var nú ekki sérstaklega svona skemmtileg en þá vaknaði spurninga í mér og það sem ég var að spyrja sjálfa mig hvað væri hægt að gera til að koma í veg að stríð endurtekur sig og að þessi deila á milli manna linna. Og manni var alltaf sagt að það þýddi ekkert að hugsa þessi mál, stríð hafa alltaf verið og muni alltaf vera og það er best að
hugsa ekkert svo mikið þetta en einhver veginn gat ég aldrei gleymt þessu og bara í gegnum lífið hafa þessi spurning alltaf komið fram aftur og aftur. Svo að ég gerði mig grein fyrir að svar væri til, sem sagt, að og ég hef alltaf verið viss að þetta líf hérna hefur höfund, sem sagt Guð, og það hefur aldrei verið efi í mér að Guð væri til, af því að maður það bara horfa á í kringum sig þá sé maður sönnunni fyrir tilvist Guðs. En nú lítur þetta hafa verið hræðileg reynsla fyrir þig sem 7 ára gamla stúlku að upplifa hörmungar styrjaldarinnar þarna. Varstu alltaf sannfærð að þú efaðist aldrei að Guð væri til, þrátt fyrir þessar reynslu? Nei, aldrei. Af því að sem sagt, þarf að vera höfundur af þessu sköpunarverki og svo stórkostleg sköpunarverk getur ekki bara verið til af tilviljun, vegna þess líka að ef maður hugsa út í það að tilviljun bara frákvað frá reglum. Sem sagt, svo að mér fannst alltaf fullt af rökum fyrir því að Guð væri til, aldrei efast ég tilvist Guðs. Þannig að þú trúðir á Guð strax í barnæsku og varst að leita að svari? Já, og aldrei, ég veit ekki hvaðan þetta kemur í mér, vegna þess að ég hef aldrei heyrt orð Guðs heima hjá mér. Að í minni fjölskylda var ekki talað Guð og trúmál, að því það trú enginn á, nema reynda einn bróður minn, hann trú á Guð, annars trú enginn á Guð, svo að maður var meira minna aleinn með sínum hugsunum. En hvenær fékkstu áhuga á Bahai-trúnni? Já, ég fekk áhuga á Bahai-trúnni hérna á Íslandi. Ég hafði verið í mörgum löndum og flakkaði mikið á milli landa, fekk mig vinnu í nokkuð mánuði og var alltaf að leita að einhverju án þess að gera mér fyllilega grein fyrir hvað ég var að leita að, eða sem sagt, hvernig það myndi líta út sem ég var að leita að. Og stundum það leita út fyrir að það var bara best að gleyma því eins og mann hefði verið sagt. Og þá styrta maður sig í svona ýmislegt í lífinu, eða ljúfa líf tíma eins og sagt en alltaf komu spurninga aftur af því að þegar maður tekur þátt í hverju sem þá kemur alltaf upp spurning og til hvers. Sem sagt, og þá bara á mínum ferðalögum kom ég til Íslands og hérna kynntist ég Bahai-trúnni. En svaraði þá Bahai-trúin, veitti hún fullnægjandi svör? Taldi þú að hún gæti komið í veg fyrir styrjaldir? Já, vill ekki alveg strax, af því að einmitt þá þegar ég kynntist Bahai-trúnni hérna þá leit það út fyrir að ég væri ekki sem sagt á þessu bylgjulengd einmitt þá og ég var upptekið með ýmis annað, en það kom samt að því einmitt vegna þess að rökin og kenningarna í Bahai-trúnni voru slíkt að ég vissi að það var einmitt það sem ég hafði alltaf leitað að og vissi það væri til. Alls konar spurningar til dæmis, hvað tilgang með lífinu, hvað rétt og rangt og hver segir það. Og hefur þú komist að því hver tilgangur lífsins? Já, ég hef það. Svo, hver hann? Já, að okkur kennt að þetta janneska líf, þetta líf holdsins einum af fósturstigi í tilveru okkar og því má líka við barn í móðurkviði sem smám saman þroskað og þróað með sér líkamann sinn og hæfileika til að geta lifað á þessu efnislega sviði eða þessum efnislega lífi og á sama hátt verðum við að þroska með okkur hérna í þessu efnislega lífi
krafta sálarinnar og getumöguleika hennar, ekki einungis til að þjóna fullkomlega okkar tilgangi hérna og öðlast andlega hamingju, en með því gerum við okkur kleift og öðlumst hæfileika til að fæðast í nýja veröld eftir dauðan. Nú, þú, Barbara, þú valdir eitt lag. Hérna, ég baði að velja lag til að leika hér í þættinum. Já. Hvaða lag valdið þú? Já, þakka fyrir. Ég vildi gjarna heyra Hótel Jörð við ljóð Tómasar Guðmundssonar og þetta einn af uppáhaldslögum mínum. Tilvera okkar undarlegt ferðalag. Við gestir og hótel okkar jörðin. Einir fara og aðrir koma í dag. Því alltaf bætast nýir hópar í skörðin og til ýmsir sem ferðalag þetta þrá. Og þó margir sem ferðalaginu kvíða og sumum liggur reiðinnar ósköp á, en aðrir setjast við hótelgluggann og bíða. En það margt manninn á svona stað og meðal gestan sífelldu þys og læti. Allt lendir í stöðugri keppnum að koma sér að og krækja sér í nógu þægilegt sæti. En þó sumir sem láta sér lynda það að lifa út í horni, óáreittir og spakir. Því það svo misjafnt sem mennirnir leita að og misjafnt tilgangurinn sem fyrir þeim vakir. En mörgum finnst hún dýr þessi hótelvöl, þó deilt sé hvort hótelið sjálft muni græða. En við sem ferðumst eigum ei annars svör. Það ekki fleiri gististaði að ræða. Að vís flestir velkomnir þangað inn og viðbúnaður gestirnir komi í bæinn. Og margir í allsnægtum muna þar fyrst sinn, en áhyggjan vex menn nálgast burtferðardaginn. Þá streymir sú hugsun oss sem ískaldur foss, að allt verði loks upp í dvölina tekið frá oss. Dauðinn sá mikli rukkar í réttir oss, reikningin yfir það sem var skrifað hjá oss. Þá verður oss ljóst að framar ei frestur gefst, né færi á að ráðstafa nokkru betur. Því alls sem lífið lánaði dauðinn krefst, í líku hlutfall og Metúsalem og Pétur. Svana, þá ef ég sný mér næst til þín. Hefur þú alltaf litið á þig sem gest á Hótel Jörð?
Nei, ég get ekki sagt það vegna þess að ég hugsaði ákaflega lítið trúmál á mínum æsku og unglingsárum. En það var ekki fyrir ég kynntist Bahai trúnni sem að mér varð í raun og veru tilgangur þessa lífs hér ljós og hversu geysilega mikilvægt það að líta á þessa jarðvist hér sem, ef ég má segja, eins og hóteljörð. En hvað heldur að hafa orðið þessi valdandi að þér snerist hugar og þú fórst að íhuga trúmál? Ég held að það hef ekkit sérstakt orðið þessi valdandi. Það hittist bara þannig á að þegar ég vann í Hveragerði þá vann ég með Barburu sem situr hér með okkur og það var þá sem að ég komst í kynni við Bahai trúna. Að öðru leyti hafði ég ekki hugsað trúmál fyrr í þessu ljósi og yfirleitt kynni mín af trúarbragða umræðum meðan ég var í Kanada voru slík að það var best að forðast allt sem hét umræður trúmál vegna þess að það ákaflega viðkvæmt umræðefni. Hvað varstu að gera í Kanada? Í Kanada vann ég sem sjúkraþjálfari á sjúkrahúsi í Brandon, Assiniboine sjúkrahúsinu þar og það vildi svo til að það var berklahæli, sérstaklega byggt og rekið fyrir Indíána og Eskimóa í upphafi en skömmu eftir ég byrjaði að vinna þar að þá verði breytt í almennt sjúkrahús vegna þess að berklar eru náttúrulega nánast horfnir þaðan eins og annar staðar. En samt sem áður voru Indíánar og Eskimóar yfirgnæfandi flestir sjúklinga á þessu sjúkrahúsi. En hafið það þá ekki Indíánarnir sem þú kynntist þarna, voru þeir höfðu þeir sömu réttindi og hvíti maðurinn? Nú ástand í þessum málum í Kanada og í Ameríku almennt náttúrulega kannski erfitt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir eða gera okkur ljós því að Indíánar bæði í Kanada og í Bandaríkjunum þeim skammtað nánast ákveðin svæði til að lifa á og í öllu falli í Kanada þar sem ég var að þá voru Indíánar á ríkisstyrk mjög litlum, með öðrum orðum nánast of litlum til að lifa af en of miklum til að deyja. En ef við þá snúum okkur aftur að Bahai trúnni, hvað heldur að hafi verið sem vakti áhuga þinn á þessum málstað? Nú, það sem sérstaklega vakti áhuga minn, náttúrulega vorum við búin að ræða Bahai trúna og Bahai kenningar í þó nokkuð langan tíma og ég man vel eftir því að almenn viðhorf og kenningar, almennar kenningatrúarinnar, það líkjast mjög kristnum kenningum en þegar að framliðu stundir svo að þá byrjuðum við að ræða stjórnskipulag Bahai málstaðarins og þá fór ég að hafa verulegan áhuga á trúnni. Og í hverju felst þetta stjórnskipulag? Nú eins og ég leita á þetta þá og enn vissulega. Ég var fylgdist mjög mikið með stjórnmálalegum viðburðum hér á landi og í öllum heiminum almennt. En eftir því sem að maður svona kynnist þessu betur og nær meiri þroska þá sér maður hvað erfitt það reynist fyrir stjórnmálamenn og hugsjónamenn yfirleitt að koma á friði eða bræðralagi milli manna. En aftur á móti í Bahai stjórnskipulagi þá virtist mér að þetta vera eina leiðin til að koma á varanlegum friði í heiminum og við haldunum. En hvaðan þetta stjórnskipulag komið? Nú, stjórnskipulag Bahai trúarinnar? Já. Nú, stjórnskipulag Bahai trúarinnar runnið frá penna Baha'u'llah sem höfundur Bahai trúarinnar og þar af leiðandi það guðlegt í uppruna sínum.
það nýtur guðlegrar verndar og það hefur enga prestastétt. Og þar sem það er guðlegt í uppruna sínum, að þá er það varanlegt og hefur öll þau tæki og eiginleika til að koma þessum tilgangi og markmiði í framkvæmd, sem sagt varanlegum friði í heiminum. Svana, getur þú útskýrt fyrir mér aðeins nánar hvernig þetta stjórnkerfi virkar? Hvernig það er uppbyggt? Já, þetta stjórnkerfi, það er, eins og ég sagði áðan, það er guðlegt að uppruna og nýtur guðlegrar verndar. Það er því skipt í stofnanir, sem sagt, Guð gegn Bahá'u'lláh hefur rétt niður til mannkynsins alþjóðlegt stofnanakerfi og þessar stofnanir, eða þessi ráð, eru kosin með almennum leynilegum kosningum árlega í hverju landi fyrir sig og æðsta stofnun trúarinnar í hverju landi fyrir sig eru þjóðráðin, hinn andlegu þjóðráð. Síðan koma hinn andlegu svæðisráð á hverju svæði, en æðsta stofnun málstaðarins er í Haifa í Ísrael og hún nefnist allsherjarhús réttvísinnar og er kosin á 5 ára fresti af öllum þjóðráðum heimsins. Hvað eiga margir sæti í þessum ráðum? Það eru 9 aðilar, 9 einstaklingar. Nú en Svana, þú valdir líka lag til að sem ætla að leyfa hlustundum að heyra. Hvað var fyrir valinu hjá þér? Já, ég valdi hérna lag sem að indjánar spila frá Perú. Ég valdi það vegna þess að við komum aðeins inn á þarna áðan réttindi og aðbúnað indjána sem að ég kynntist á meðan ég var í Kanada og mér er ákaflega hlýtt til þeirra og met mikils þeirra menningu sem að var mjög há á sínum tíma, svo að ég er mjög þakklátt fyrir það að geta valið þetta lag sem að er spilað af indjánum í Perú og þetta lag heitir El Condor Pasa.
Þú ert að hlusta á útvarp Rót og það er nýji tíminn sem þú ert að hlusta á. Við erum hér að ræða við Svönu Einarsdóttur og Barböru Tínat Bahai trúna og reynslu þeirra í gegnum árin. Nú, þið voruð fulltrúar Bahai samfélagsins á Íslandi fyrir skömmu á alþjóðlegu þingi sem haldið var í Ísrael. Hvers vegna fóruð þið á þetta þing? Já, við fórum 7 hérna frá Íslandi, öll meðlimir í hinu andlega þjóðráði og við fórum sérstaklega til að kjósa í allsherjarhús réttvísinnar sem ég minntist á áðan, sem gert er á 5 ára fresti af öllum þjóðráðum heimsins. En af hverju er þetta þing haldið í Ísrael? Að Ísrael er bæði andlegt og stjórnfarsleg heimstöð Bahai trúarinnar. Og svo að Ísrael er heilagt land fyrir 4 alheimstrúabröð, gyðingdóminn, kristendóminn, íslam eða Móhammedstrú og Bahai trúna. Þá er Bahai trún einu trúabröðin sem hafa stjórnfarsleg heimsmiðstöð í Ísrael. En nú er Bahai trúin upprunnin í Persíu eða Íran. Af hverju er þá heimsmiðstöðin í Ísrael? Baha'u'lláh hann var sendur í útlegð frá Persíu, fyrst til Bagdad, þá til Konstantínópel, frá Konstantínópel til Adrianópel og loksins til Akka í Palestínu og þar andaðist hann 1892 og þess vegna helgistaða Bahai trúarinnar og Bahai heimsmiðstöðin í því landi. Þið nefnið hér Baha'u'lláh og nú er ekki víst að hlustundu viti hver hann var. Svana, geturðu frætt okkur aðeins það? Já, við Bahaiar erum sannfærð að Baha'u'lláh sem þýðir dýrð Guðs sé opinberandi Guðs fyrir þetta tímabil sem við lifum á í dag og sé hinn fyrirheitni boðberi sem öll fyrri trúabröð hafa spáð fyrir En á hverju var hann sendur svona land úr landi? Nú, kenningar hans vöktu strax mikla andúð klerkastéttarinnar og stjórnvalda í Persíu og það var reyndar fyrirrennari hans, Babin, sem var tekinn af lífi, drepinn 1850 og síðan var Baha'u'lláh sjálfur settur í fangilsi og ofsóttur á mjög grimmilegan hátt fyrir kenningar sínar og síðan eins og bara minntist á var hann sendur í útlegð til Bagdad og síðan sem fangi til Akka í Palestínu. Þannig að er það rétt skilið að í Ísrael, hvar í Ísrael er heimsmiðstöðin? Það er í Haifa og reyndar líka í Haifa í það hafnaborg í Ísrael. Já, og er þetta þá bæði andleg og stjórnarfarslega miðstöð trúarinnar? Já, stjórnfarslega miðstöð trúarinnar eingöngu í Haifa en það tvíbura borgirna Haifa og Akka sem andleg miðstöð trúarinnar. En á þessu þingi sem þið voruð á, langar til að fræðast aðeins það, hvað gerðist á þessu þingi, markvert? Eða markverðast? Já, það nú ýmislegt sem gerðist fyrst og fremst var allsherjarhúsi réttvísinnar kosið og í 7. sinn og sem vissulega mjög mikið svona upplifun í sjálfum sér og fyrir utan að hana ýmsum dagskrám þá það sem rætt var ýmis efni þarfi málstaðarins
og að því að Bahai-trún þróast frá einu stigi til annars. Sem sagt, það ekki bara sem sagt, fullmótað hvað var að segja, ekki kerfi, sannleikur og ekkert meir. Sem sagt að Bahai málstaðan vex eins og þróast eins og allt í lífinu og á hinum ýmsu tímabilum breytist þarfi mannsins og samfélagsins og þá ræður maður sameiginlega og skipta með sér reynslu og árangur á hinum ýmsu sviðum og sem mjög eftirtektarverð og sérstaklega þegar finnst mér persónlega að fulltrúa frá þessum svo kallaði þriðja heimsins og eftir vill í okkar huga svona frekka svona aðeins ef maður vil jafnvel kalla vanþróa þeir alveg stórkostlega fólk og við getum lært mikið af þessu fólki. Var margt fólk frá þriðja heiminum þarna á þessu þingi? Já, alveg frá Afríku og frá Asíu og frá ýmsu löndum og mér finnst alveg stórkostlegt að taka þátt í og einmitt að læra af þessu fólki. Þeir sáu hlutana í ýmsum ljósi sem við höfum gleymt að gera. Nú, Barbara, þú nefndir rétt á annað að trúin í stöðugri þróun. Svana, hvað Bahai trúin gömul? Nú, Bahai-trún fæddist í Persíu 23. maí 1844 með yfirlýsingu 25 ára gamals manns, Babsins, sem var fyrirrennari Baha'u'llah og líka opinberandi Guðs. Hvað hún þá gömul? 145 ára. Það ekki háraldur fyrir trúarbröð? Nei. Þetta Bahai-trúin trúarbröð eða sértrúarflokkur? Bahai-trúin eru alheimsleg trúarbröð. Trúarbröð eiga sér höfund, sem sagt opinberanda, sem segist vera opinberandi Guðs og ritningar eða bók. Trúarbröð byggjast á þessu tvennu, sem sagt höfundi sem að yfirlýsir það að hann sé opinberandi Guðs fyrir þetta ákveðna tímabil og hann skilur eftir sig ritningar sem er forsenda fyrir siðmenningu komandi kynslóða. En eins og þið nefndu áðan, þá sætti Baha'u'llah ofsóknum. Voru ekki fleiri sem voru, hvað með fylgjendur hans? Þú spurðir sértrúarflokka líka, við má aðeins skýra það að sértrúarflokkur verður til á þann hátt að einhver einstaklingur tekur ákveðna trúarbók og túlkar hann eftir sínum skilningi og myndar í hóp í kringum sig og sínar kenningar sem skilur þessa trúarbók á sama hátt og þannig myndast hópur án þess að hafa höfund eða yfirlýstan opinberanda. En þannig að þið lítið á Bahai-trúna sem trúarbröð? Já, alheimsleg trúarbröð. Nú það voru gífurlega margir sem voru ofsóttir á þessum tíma í Persíu, eins og spurðir Já. Það voru ekki minna en 20.000 mann sem voru drepnir á hryllilegasta hátt fyrstu 6 ár trúarinnar eða í opinberunar tímabili Babsins. En þegar trúarbröð eru nú ekki þegar þessi Bahai trúarbröðin eru ekki eldri en þetta og þau hafa sætt miklum ofsóknum, hefur hún náð einhverju útbreiðslu? Já, ofsóknirnar eru náttúrulega aðalega í Persíu og það kannski fleiri atriði heldur bara kenninga Baha'u'llah sem koma þarna inn. Baha'u'llah, hann yfirlýsti opinberlega að hann væri sendiboði frá Guði og Persar vilja ekki viðurkenna eða múslimar vilja ekki viðurkenna að það komi annar opinberandi. Þeir álíta Móhamed síðasta guðlega opinberandan á þessari jörð. En Má ég aðeins
bæta þannig, þetta túlkuna atriði það sem Mohammed segja að hann væri innsigli spámannana. En vissulega spámanna ferli búið, nú full eða hvað segir maður, uppfylling spádómanna byrjuð. Þannig, hvaða merkingu leggið í þetta heitið á innsigli spámannan? Sem sagt að spámaður, hann að spá eitthvað sem mun ske. En núna kemur på hála til að uppfylla það sem lofað eða spáð var fyrir. Já, nú skil ég. Barbara, þú ætlar að velja annað lag fyrir okkur hér í þættinum. Já, ég vildi gjarna heyra Til fræ. Það líka ein af uppáhaldslögum mínum, ef ég má. Þetta var lagið Til fræ. Það var Rúnar Georgsson sem lék á saxofón og Þórir Baldursson sem lék með honum. Nú við erum hér á Útvarp Rót og erum að ræða við Svönu Einarsdóttur og Barbaru Tínat og þær eru báðar Bahai trúar og við erum að ræða Bahai trúna og það sem þær hafa upplifað. En þær hafa verið Bahaiar alveg frá þeim tíma þegar trúin var fyrst að byrja hér. En núna eru þið að yfirgefa okkur. Þið eru að fara til Færeyja, er það ekki rétt?
Svana. Jú. Og hvernig stendur á því? Já, það stendur nú svona að því að fyrsta lagi þá alltaf mjög ánægjulegt að breyta svolítið til í sambandi við starfsemi fyrir málstæðin og nú höfum við ákveðið að fara til Færeyja og reyna að aðstoða samfélagið þar í uppbyggingu málstæðarins í Færeyjum. En þá einhvert samstarf sem íslenska samfélagið á við færeyska samfélagið? Já, íslenska Bahai samfélagið ábyrgt fyrir andlegri þróun eða þróun Bahai trúarinnar í Færeyjum. Og einhverjir Íslendingar þar búsettir núna? Já, það eru, 5 manns fyrir utan börn. En Barbara, þú hefur oft heimsótt Bahai samfélagið í Færeyjum. Já. Hefur þetta ekki verið ánægjulegar heimsóknir? Já, mjög svo. Að færinga eftir vill svo lítið öðruvísi en reynda að minna mig færinga á Íslandi og sérstaklega á Íslandi þegar ég kom fyrst til Íslands af því það var, Ísland var ekki, eða var meira svona einangrað þá og eftir vill voru svona séþætti íslenska Íslendinga mikið sterkari en núna, af því núna mikið hermt eftir svona öðrum löndum og svo framvegis, því miður, finnst mér, af því mér finnst að ég hef lært mikið hérna á Íslandi og alveg ómetanlega. Og mér finnst að færinga minna mig á Ísland svo lítið. Þeir eru ennþá svona einangraði og andlega eiginleika skipta reynda ennþá miklu máli í Færeyjum. Svo sagt heiðarleiki og umburðarlyndi á vissu stigi. En trúa hugmyndir Færeyinga eða líka eitthvað fyrir sig sem svo lítið öðruvísi. Þannig að þið eru ekkert smekar við að yfirgefa Ísland, Svana? Nei, það nú öðru nær. Málstæðurinn hérna á Íslandi í traustum höndum. Og þið búist við að það verið tekið vel á móti ykkur í Færeyjum? Það ætla ég vona. Þið eigið sem sagt þarna marga góða vini. Já. Já. Hefur þú líka komið til Færeyja, Svana? Já, oft mörgum sinnum. Ég var að koma núna frá Færeyjum núna á sunnudaginn. Nei, já, á mánudaginn. Þriðjudaginn. Rugglist rýminu. Svo að Nú, ég held að sé þá ekkert annað að gera en að óska ykkur góðs gengis og góðra ferðar til Færeyja. Já, takk fyrir. En þið voru búin að lofa því að velja einhverjar eftirlætis ritningagreinar úr Bahai ritunum til að leyfa hlustendum að fá smá nasasjón af þessum ritningum og ef ekki að fá að heyra það svona í lokin. Og við skulum þá hlustendur góðir hlusta á nokkrar tilvitnanir úr Bahai ritunum og íhuga þær. Já, þú segir að velja ritningagreinar en það er náttúrulega erfitt að velja, þetta svo úr mörgu að velja en ég hef varið hérna 3 ár. Í hjörtum mannana finnst engin raunveruleg ást og ástandið slíkt að verði tilfinningar þeirra ekki lífgaðar með einhverjum mætti,
svo að eining, ást og samstilling þróist innra með þeim, verður ekki neinn bata að ræða, ekkert samkomulag milli manna. Hinnar andlegu kenninga trúarbragða Guðs geta einar skapað þessa ást, einingu og samstillingu í manns hjartanu. Þjóna mínir, heilagri, guðlega áformaðri ópenberu minni, má líka við út af sem geyma í djúpum sér ótölulegan fjöldar af dýrmætum og tindrandi skærum perlum. Það skylda hvers leitanda að hefjast handa og komast til stranda þessara hafs, svo að hann megi að svo miklu leiti sem ákefð leita hans og viðleitni hans segir til eignast hlutdeild í þeim gæðum sem ákvörðuð hafa verið í óaftakallanlegum og huldum töflum Guðs.